ef ekki bara byrja á henni Vigdísi Grímsdóttur, Trúir þú á töfra. Þetta svona einhvers konar framtíðar skáldsaga, hún mjög Vigdísarleg. Hún fór að mála ketti til þess að finna tóninn í bókinni af því hún var með ritstíflu, sagði mér hérna í þættinum, en þetta svona einhvers konar framtíðar samfélag og þarna, svo kemur skáldskapurinn þarna mikið inn í gildi skáldskapar eins og hún reyndar nafngreint skáld sem að þarna eins svona persóna sem að svífur þarna yfir vötnunum og nafna söguhetjunar Nína Björk Árnadóttir. Já, og þorpið svona undir glerhjúp og múr í kring. Já. Og Vigdís að hún að skrifa hluti sem hún hefur oft skrifað áður sem sem sagt grimmd, fegurð, frelsi, skáldskapur og þetta afskaplega fallega skrifuð bók og það sem að tengingi við Nínu Björk, skáldkonuna, er ofboðslega sterk og falleg og og slær tóninn. Já. Ég hef kosið kannski aðeins meiri söguþráð. Já. En það ekki hægt að neita því að það sem að Vigdís gerir, það bara gerir hún mjög vel. Og það þarna, eftirlæti sena mín í þessari bók þegar Ingibjörg Haralds birtist þarna á ofboðslega skemmtilegan og frumlegan hátt. Já. Og ég vil ekki segja hvernig það gerist, af því að það var svo gaman bara að lesa það. Og það var svo hugmyndaríkt og flott og ég hefði viljað sjá fleiri slíkar senur. Já. En það breytir ekki því að þetta mjög fín bók og eitt sem Vigdís hefur, hún virkilega skáldskap. Henni þykir svo innilega vænt skáldskap. Það finnst mér eiginlega dálítið halda þessari bók og gera það verkum að hún höfða til manns. Ég miklu hrifnar af því heldur en samfélaginu sem verður að lýsa. Sá hluti, bara þessi tenging við skáldskapin og hvað hún örlát í garð annarra skálda og hvað henni þykir virkilega skáldskapurinn mikils virði og hún gerir sér grein fyrir hvað hann stertafl. Og það hreif mig mjög við þessa bók. Já. Bara hið fínasta verk hjá Vigdísi. En kannski ekkert auðlesið. Nei. Og ég ekkert viss allir náu þessu sambandi. Það engin af þessum bókum sem við erum með hérna núna sérstaklega auðlesnar. Nei, það má kannski segja að þessi ekki sérvita skáldkonu. En þær eru allar svona með mjög... Það eru allar tilraunakendar. Það eru allar tilraunakendar. Mjög tilraunakendar. Og ber nú bara að lofa það. Já, Guði sé lof, þá eru menn að reyna, Vigdís náttúrulega, maður áttar sig ekki alveg á því hver upphafleg hugmynd að þessari sögu. Hún hefur aðeins verið að gefa einhver hint það að hún hafi verið komin í eitthvað öngstræti. Þetta náttúrulega dystopía, þetta fjallar ríki, heim sem mjög harðneskjulegur, sem að kjör eru grimm. Það eru vopnaðir verðir sem gæta þorpsins, það innilokað milli fjalla fyrir austan eða vestan, við vitum ekki hvað það er samt sem að svona einhver keimur af því að þetta sé einhvers konar líkan fyrir okkur og landið en það fyrst og fremst það hvernig skáldskapurinn getur bjargað lífi fólks. Tjáningin getur bjargað lífi fólks. Þetta verk sem á gríðarlega mörgum plönum og þó að maður lesi það í gegn tvisvar sinnum að þá var það í rauninni bara í seinni lestrinu sem maður áttar sig á því hvað það á gríðarlega mörgum plönum og ég held að miðað við fyrri verkanar að þá sé þetta kannski hennar flóknasta verk en það þarf verulega íhygli og mikla skoðun til að átta sig á því hvað það flókið. Þannig að lestur á því hann verður, held ég, áfram eitthvað sem kemur til að fær manni alltaf nýtt og nýtt og nýtt. Hún með gríðarlega mikið af vísunum, ekki bara í nafnkunnskáld, heldur mikið af vísunum í textunum í eldri skáldskap, aðalega íslenskra ljóðskálda. Og það eru þannig nokkra persónur en þær eru ekki einfaldar í róðinu. Það engin persóna í verkinu, hvorki faðirinn, móðirinn, nýja þessar tvær konur sem tengjast þessu stúlkubarni, þær eru ekki klárar og hreinar. Þannig að allt verkið verður svolítið gáta fyrir manni og þar af leiðandi mjög spennandi upplifun. Nú Vigdís mjög áhrifamikill höfundur. Hún hefur haft áhrif á skáld á Íslandi. Ég held hún hafi haft áhrif á til dæmis Guðrúnu Evu sem kemur næst og líklega Oddnýju líka. En einhvern veginn hún skil, það mjög langt síðan skáldsaga kom út eftir Vigdísi en hún algjörlega standa undir væntingum þessara aðdáenda sinni. Hún mjög stóra. Hún náttúrulega tvímælalaust einn af okkar merkustu höfundum.
þessi bók sannar það bara meira heldur en það sem hefur komið frá hann á undanförnum árum, finnst mér. Já, mér finnst hún betra en bækurnar sem komið þarna á undan fyrir mörgum árum.